Þátturinn unnin í samstarfi við Brim. Gott að fá smá endurnýjun, ég finnst bara helst að halda áfram. Jú, mér fannst þetta mjög, fyrir ári síðan var ég ekki eins og búin að ákveða flyttinga. En svo bara gerist þetta, við ákveðum að taka slaginn sko, prófa þetta, það hefur bara gengið vel. Milli Héraðsflóa og Bakkaflóa liggur víðlendur og veðursæll fjörður sem nefnist Vopnafjörður. Vegna legur sinnar hafa íbúar löngum þurft að vera sjálfum sér nógir og það karaktereinkenni sem Vopnfirðingar hafa löngu verið þekktir fyrir. Hér ætlum við að kynnast ungu fólki sem hefur flutt aftur heim á Vopnafjörð með börn, maka, menntun eða dýrmæta reynslu í farteskinu. Við ætlum að reyna að komast að því hvað það sem dregur fólk aftur heim. Viltu það? Það hafi ekki verið frekjan í mér. Hugsa það. Nei, þá vorum við búin að vera að koma hérna 3-4 sumur í röð. Og það var svona aðeins bara að toga í mig, bæði í vinnunni og svo náttúrulega bara langaði með það. Hann kom það. Og búið að liggja svolítið á honum að koma til þess að kenna. Jú, ætli æskuminningarnar hafi ekki svolítið dregið líka. Og jú, fjölskyldan. Ég hef náttúrulega fjölskyldu báðum megin sko. Já. Foreldrar okkar við erum bæði foreldrar hérna. Þannig að náttúrulega erum við mjög stóra fjölskyldu og svo vinir líka. Baldvin Eyjólfsson og Ragnar Lind Guðmundsdóttir eru bæði fædd og uppalin á Vopnafirði en fluttu burt á unga aldri. Þau fundu ástina á þeim tíma sem þau voru bæði búsett í Reykjavík þegar leiðir þeirra lágu saman í sumarvinnu á æskuslóðum í Vopnafirði. Ég búið í Breiðholtinu og 101 og Vopnafirði. Ég get svona svolítið tekið alla pólana þegar fólk að rædda landsbyggð og miðbæjaróttur. Ég verið svona það sem ég vil. Segi ofta ekkert frá því fyrir ég þarf á því að halda kannski í umræðinni sko. Svona lauma ég bjón hérna. Var í Austurbæðaskóla sem krakki. Þá kemur svona eftir ekki Vopnfirðingur. Nei, jú, líka. Það er svolítið þægilegt. Ég flytt suður bara þegar ég 8 ára. Hann er búinn að vera meira svona. Ég er búinn að vera svona, var í Reykjavík sem krakki í skóla. Mamma fór í nám og svo flutti ég líka svona 20 og svo aftur og svo fór ég aftur 2005. Þannig að ég er svona, ég er búinn að vera svolítið að flandra á milli. Það var í rauninni ekki verið ég var í rauninni að vinna svo mikið við að spila í svona frílans og alls konar svoleiðis og ætlaði mér að vera í því. Svo var ég eiginlega svolítið búinn að ákveða að gera það ekki, það væri afskaplega erfiður bransi og fara frekar meira í að kenna. Ég kem tilbaka út af krökkunum, þannig að það var allavega ekkert í myndinni hjá mér að fara að flytja aftur eitthvað í burtu frá þeim sko. Mér fannst það bara erfitt. Við vorum bara bæði með vinnu hérna og höfum bara fínt, vorum bæði ánægð þannig að það er ekkert að breyta út af því. Fanney Björk Friðriksdóttir Vopnfirðingur í húð og hár. Hún flutti burt til að sækja sér menntun og ferðast heiminn. Þegar hún flutti aftur heim 2015 til að vinna, kynnist hún Víglundi Páli Einarssyni. Honum fylgdu 3 börn, Kristján Árni 9 ára, Ásdís Fjóla 12 ára og María Björt 18 ára. Saman eiga þau síðan tæplega 1 árs gamla stuðboltan hann Víking Úlfar sem kom í heiminn í september 2019. Já, svo má ekki gleyma hundinum sem vildi Ólmur vera með eins og heyrist á smjattinu í viðtalinu. Heyrist í honum Áhörðu bara að hafa skúli að borða með hennar Já, fjölskylda mín hérna, bæði föður og móðurfjölskylda. Þannig ég búin að búa hérna nánast alla mína ævi nema þegar ég fór í skóla á Akureyri. 16 ára fór ég í menntaskólann á Akureyri og eftir það tók 1 ár þar sem ég fór bara að ferðast og vinna. Síðan fór ég aftur í háskólann á Akureyri, var þar í 1 ár og kom síðan aftur hingað heim og tók 2 ár í fjarnámi þangað til ég kláraði skólann. Síðan erum við bara líka búin að vera hérna síðan. Ég hef ekkert búið hérna sem krakki sko. Ég var hérna 1 ár í skóla í 9. bekk
en annars ég bara búinn að vera á flakki sko. Föðurættin frá Vopnafirði, móðurættin reyndar, það ekkert langt í hana, það Langanesið, þannig að ég þekki þetta horn nokkuð vel. Hvernig fannst þér, Fanny, að hitta mann og byrja með manni sem á 3 börn? Það var ekki planið. Það var ekki planið þegar ég var 24 ára gömul, sko. En svo bara gerðist þetta. Við ákváðum að taka slaginn, sko. Prófa þetta. Það hefur bara gengið vel. Í rauninni bara kæristu minn. Ég hef aldrei flutt hingað bara nema því ég er með honum. Já, við vorum alveg svona síðan sammála að okkur langar alveg að fara hingað. Við erum búin að vera saman í 5 ár og byggum í 3 ár í Reykjavík, bara þangað til í fyrrasumar. Og við vorum alltaf að hugsa hvað getum við gert hérna. Það er náttúrulega ekkert brjálæðislega miklir atvinnumöguleikar þegar maður er búin að fara í háskóla, í verkfræði og allt svoleiðis. Og svo bara var auglýst starf skrifstofustjóra hérna vorið í fyrra. Og þá vorum við bara, ég sæki og prófum þetta bara. Það var ekki beint á stefnuskránni hjá Söru Elísabetu Svansdóttur að flytja til Vopnafjarðar. Það eitt hins vegar víst að lífið óútreiknanlegt. Inn í líf hennar kom Vopnfirðingurinn Sölvi Flósason. Eitt leita öðru, þau fluttu í Fjörðinn fagra og Sara í dag sveitarstjóri í Vopnafjarðarhrepps. Jú, mér fannst þetta mjög, fyrir ári síðan var ég ekki eins og búin að ákveða flyttinga. Við vorum alltaf bara með fínu íbúðin okkar Reykjavík og í frábærum störfum og svo stór skref eitthvað. En svo bara smatti þetta allt saman og við erum búin að kaupa húsið sem við vorum að leigja fyrst og selja íbúðin í Reykjavík. Hvernig svona fyrir manniðinn? Hvað hann að gera hér? Hann fór að vinna á leikskólanum. Það? Hjá dóttur ykkar? Já. Þau fara saman í leikskólan og ég fer á skrifstofuna. Núna starfa ég sem gæðastjóri, en ég líka með puttana í ýmsu öðru, sko, eins og mikið í starfsmannamálum. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Mér finnst skemmtilegt að geta komið svona víða við og ekki vera bara alveg föst á sama stað. Menntunin gefur okkur, mér allavega mikið. Þeir voru allavega bara mjög ánægðir með menntun, vilja fá mennta fólk. Þannig að það hjálpaði mér mikið. Hafa verið margar konur í þessu starfi á undan þér? Nei, ég held að ég sé bara fyrsta. Það er gaman, sko. Gaman að breyta. Þegar ég fór að skoða stöðuna sko með kennslu, þá náttúrulega sá ég að ég fengi aldrei svona þægilega kennslustöðu nema hér, sko. Eða einhvers staðar út á landi, því að hérna getur maður eiginlega gert það sem mann dettur í hug. Svo ég ákvað að fara að læra sjálfur á blásturshljóðfæri til að kenna á þau. En ég var að kenna í einu skóla í Hafnarfirði og þar var til dæmis trompetleikari úr sinfóníunni. Þannig ef ég hefði sagt við skólastjórann og ég fara að læra trompet svo ég geti kennt trompet, þá hefði hann bara sagt nei, ég er með hérna ágætis trompetkennara. En hérna var það náttúrulega bara já, þú vantar trompetkennara, endilega. Ég vinn hjá Brim, vaktformaður eða verkstjóri þar, þannig að við erum bara á sama stað. Við erum saman. Við erum, já, ég held við séum nokkuð vön að vera saman, þannig að hérna, eins og menn voru að tala í COVID-inu að það yrði eitthvað sambandsslit út af fólk þyrfti allt í einu að fara að vera svona mikið saman, sko, það er ekkert nýtt fyrir okkur alveg. Og hvernig er þessu með barnið? Hvernig fílar hún sig hér? Hún bara elskar þetta. Ég held að hún sé búin að gleyma Reykjavík. Ótrúlega gaman að fara til ömmu og afa í Reykjavík og svona. En hún á ömmu hér. Og amman er sko þvílíkt kátt að við séum komin hingað. Er það ekki? Jú. Munar öllu? Já. Hún er alltaf bara hvað gömul? Hún er 68 ára. Já, en dóttirinn? Ekki tengd þó. Og þú ert? Já. Hún er að verða 30 ára í september. Nei, síðan er þetta líka bara nándin að þú veist, krakkarnir labba á æfingu og labba heima á æfingu og þú ert ekkert í þessu skuttli eða að sækja endalaust eða, þú veist, þannig að fyrir mig finnst mér dagurinn nýtast miklu betur á svona litlum stað og líka bara eins og, þú veist, núna þegar Víkingur er svona lítill að geta droppa heim í hádeginu, þú veist, aðeins að hitta hann og svona, sko, þú veist, það skiptir máli, sko. Mér er skemmtilegast að fara út í fótbolta og svo fyrir stundum svona margir krakkar saman á sjoppuna og svona laugardögum og því þekkjumst öll svona mikið. Þannig fyrir maður bara, þú veist, alveg frá 5. bekk upp í 8. bekk. Og eru þá pabbi og mamma að skuttlaði mikið eða ferðu bara sjálf? Við bara löpum. Við erum stundum samferðað, við erum í sama hverfi og svo hittist við bara allir á sjoppunni. Ég er að æfa með 5. flokki
Ég er samt að líka að spila með 4. flokki. Þannig að það eru margir leikir á þér? Já, ég er að fara að spila með 5. flokki. Svo er ég að fara að spila með 4. flokki kvenna og Fjarðabyggð. Ég er að spila með strákunum í 5. flokki til við erum sem fáa stelpunar og svo erum við bara svona að fylla upp í hjá 4. flokki. Hvernig finnst þér að æfa með strákunum og eldri stelpum? Það er bara geggjað, öðruvísi. Þannig það er miklu meira svona barátta og einbeiting þegar maður er með stelpunum. Svo þegar maður er með strákunum þá er maður bara svona meira svona leiðtogandi og það er bara misjafnt hvað allir eru komnir. Þannig að bara svona hjálpast allir að. Kannski fjölbreytni, sko, hún er ekkert rosalega mikil. Þannig að það eru náttúrulega, krakkar eru misjafnir eins og eru mörg og það er ekkert allir sem hafa gaman að fótbolta og blaki og þannig að það er leiðilegt að það sé ekki hægt að bjóða þeim upp á fimleika eða handbolta eða körfubolta eða bara sund til dæmis. Já, eða það. Þú sendir ekkert barnið eitt í sund og það er ekkert hægt að æfa sund, sko. Ertu að hugsa svolítið að fara að snemma að sofa og borða hollt og svona til að standa þig betur í fótboltanum? Já, ég er núna svona sykurlausum vikum, þannig ég má ekki borða neitt sykur í 2 vikur. Og svo reyni ég að fara snemma að sofa en það bara stundum svolítið svona... Stundum erfitt? Já. Ég er með einhverjum rútínu að vakna snemma og gera nokkrar. Kannski stundum ger ég eins og ég gerði daginn í lyfti einhvern tímann lóðinars pappa bara stönginu, þetta var 10 kíló. En svo er ekkert að reyna mikið á mig fyrir skólan. Því svo fyrir við íþróttir og stundum sund og þannig. Planið er að komast í landsliðið. Hvað þarf maður að gera til þess að komast í landsliðið? Bara æfa aukalega og hugsa alltaf bara og getur þetta. Stundum vera bara, jú, getur þetta alveg. Heldur bara alltaf áfram. Það var eiginlega stóra spurningi fyrir mig. Það var svona spurningin vinnuna, sko. Þegar maður ætlar að vera sessjónspilari þá er bara Reykjavík, kannski Akureyri, mögulega hægt. En svo snýrist þetta alveg við þegar ég kennslan var. Þá var ekkert annað reyni sem hélt mig fyrir sunnan. Því að mér finnst miklu betur að búa hér. Það er miklu þægilegra. Það er talið að hafa verið 3 landnámsmenn í Vopnafirði við landnám. Eyvindur Vopni, Hróaldur Bjólan og Lýtingur Ásbjarnarson. Þið megi giska frá hverjum fjörðurinn fékk nafn sitt. Já, Eyvindur var örugglega frekastur. En bærinn hefur gegnt ýmsum hlutverkum gegnum árin og sem dæmi var hann helsta brottfararhöfn vesturfara. Ekki bara á Austurlandi, heldur á öllu landinu á síðustu áratugum 19. aldar og í upphafi þeirrar 20. En við ætlum þó ekki að dvelja of lengi í fortíðinni. Við erum hérna til þess að fræðast lífið eins og það er í dag og aðdráttaraflinn sem fjörðurinn hefur. Það hefur bara verið fjölgun. Það er flutt unga fjölskyldu með tölvöld mikið af börnum. Þannig að það er náttúrulega fjölgað á leikskólanum og skólanum og svo var samfélagið farið að eldast svolítið. Þannig að það var gott að fá smá endurnýjun í það. Það er náttúrulega bara jákvætt og þurfti bara helst að halda áfram. Ég er alveg svona mjög mikið félagströll. Þannig að ég er búin að eignast ótrúlega marga vini. En mér finnst allavega Vopnfirðingar bara æðislegir. Og ég fór náttúrulega í kórinn og svo er ég að vinna náttúrulega á svona vinnustað þar sem er fullt af fólki. Og við erum bara náttúrulega orðnar vinkonur pluss Baddi, eini kallinn hérna. Akkurát. Og já, ég er einhvern veginn búin að kynnast öllum. Presturinn er vinkona mín og einhvern veginn gerist fljótt og kannski líka því maður á barn og svona. Já. Það eru náttúrulega fullt af ungum mömmum hérna. Miklu yngri en ég, en eiga börn á sama aldri og mín. Akkurát. Og Sölvi náttúrulega á fullt af vinum og þekkti alla. Já. Þannig að maður kynnist svo bara fólkinu hans. Og ég er ekki viss að ég hefði flutt aftur ef það hefði ekki verið svona margir bara á mínum aldri og
í rauninni bara mikið af vinum okkar sem búa hérna. Þetta stór hópur. Já, klárlega finnst mér bara frábært að það sé ungt fólk sem tilbúið að leggja á sig sem þarf í þessi störf. Það náttúrulega rosalega mikið af fólki, ungu fólki sem í öllum nefndum og slíku hjá sveitarfélaginu sem mjög jákvætt. Og þetta hellingsvinna, sko, meiri vinna heldur en margir gera sér grein fyrir, þannig að það bara gott að það sé ungt fólk sem tilbúið að leggja þetta á sig. Tónlistin hún lifir ágætlega hérna, sko. Það náttúrulega vertíðabundið. Þetta kemur í bylgjum og svona. Það engin, sko, það engin starfandi hljómsveit sem að gera eitthvað út, sko. Það var alltaf í gamla daga þegar það var náttúrulega böll hérna út allt og spiluðu menn hverja helgi og gátu bara, það var bara að vinna, sko. Það náttúrulega lengur dottuðu fyrir. En það hafa kannski oft verið hljómsveitir svona bílskúrum en svo kórastarfið öflugt og svona og svo einhverjir tónleikar settur upp og svona, en það alveg í ágætis málum en svo vantar bara meiri fjölbreytni í listinni. Þannig að það mætti gjarnan fá meiri fjölbreytni þar. En nú ert þú tónlistarkennari, heldur þetta breytist með næstu kynslóð? Já, vonandi. Ég verð að trúa því. Jú, það náttúrulega, það hefur alveg klárlega áhrif, sko, á svona stöðum þegar það kemur einhver sem sinnir þessu svona og getur gert það bara sem vinnu, sko. Náttúrulega getur maður svolítið lagt sig í það. Þannig að það vonandi kemur svona næsta árum, svo verður maður náttúrulega að fá okkur til að taka við þegar maður hættir. Maður búið til aftakan, sko. Það þýðir ekkert annað. Þú ert kannski aðeins meiri öryggið og ert með sjúkrahúsið hérna við hliðina á þér og slíkt, sko. En ég tel kostina fleiri á svona stað heldur en á hérna fjölmennarstað. Maður venst þessu líka bara, þú veist, að bankinn sé bara opinn á einhverjum vissum tíma og búðinn og þessi lokaði búðinni þegar jarðaför og veist, maður venst þessu og þetta verður bara mjög næst, sko. En síðan líka, það líka aðrir gallarinni, þú veist, þó það náttúrulega fótbolti á blak og tónlistarskóli, það alveg mikil afþreying fyrir krakka. En það alveg margt annað sem að kannski maður væri alveg til í. Það ekkert sushi. Það bara það vestra. Það það vestra. Það alveg hræðilegt, sko. Nei, það náttúrulega auðvitað hára svolítið svona stöðum eins og þessum að það atvinnulífið ekki nógu fjölbreytt. Og það alveg, það væri ábyggilega margir til í að búa svona stað ef þau getur unnið við eða allavega svona nær því sem að hafa menntað sig eða hafa áhuga á. Og svo náttúrulega kannski einhver þjónusta sem vantar. Þannig aðeins að skoða greiðum. Þetta stóð alveg þetta. Að því hún að segja. Það sagði að hann færi þetta sko. Það kemur það í sko. Hún var náttúrulega. Þetta sem ég meina þegar ég segja kött. Já. Nú skil ég þetta. Það er kött. Það sem ég meina. Hvernig finnst þér að alast upp á Vopnafirði? Það bara geggjað. Maður þekkir bara eiginlega alla hérna. Svo þegar maður sér einhvern annan þá maður bara býtu, er þetta einhver nýr eða er bara í heimsókn eða eitthvað? Ég eyddi örugglega svona 1,5 tíma á dag í bílnum af því að ég var að vinna í Grafarvogi og bjó í Laugardalnum og dóttir mín í leikskóla í Árbæ og þú veist. Þannig að maður sleppir við allt það. Já. Ég bara eitthvað að sé húsið mitt úr vinnunni og þetta eru 900 metrar ef ég fyrir lönguleiðina. Það alltaf umferðin, alltaf umferðin. Það líka bara þessi ró og þetta... Annað tempó bara. Já, svo mikill asi í Reykjavík og í öllu, ekkert bara í umferðinni, sko. En já, ég held að sé bara, maður leggur á stað 2 mínútur í, sko. Það var maður þarf að mæta eitthvað staðar. Mjög mikill kostur. Ég tek það sko fram ef ég fer og bílum í vinnuna. Þá tek ég það fram að ég þurfi sko að nota hann á eftir í eitthvað annað. Kannski skutta hljóðfærum eitthvað, því það eru 200 metrar í vinnuna. Það er bara vandræðalegt að mæta bílum, sko. Þannig að það er svona hlutir, náttúrulega líka. Og
og svo náttúrulega bara líka eins og ég í golfi, ég vill bara einn inn á golfvelli sem stundum einmannulegt en það líka kostur, ég get bara farið alltaf, það líka svona, það ákveðið frjálsræði og svona, vera pláss kannski líka. Mér finnst fleiri kostir við þetta, ég veit að til dæmis ég á vini í Reykjavík sem eru hálfan daginn í því að skutla og sækja og lendi í traffík og komnir heim klukkan 7, 8, 9 á kvöldin, og ekkert búin að í rauninni ná að slappa af eða gera eitthvað frístundamál eða tómstundamál Síðan erum við líka bara, við erum ekki föst. Við getum alveg farið í frí, við getum alveg gert eitthvað. Við erum ekki bara hérna í einhverjum litlum kassa, Og það verður eiginlega bara meira spennandi að fara suður eða fara norður og gera þessa hluti. Fara í bíó eða leikhús eða mér finnst það ekki vanta hér. Nei, svona líka því við erum alveg upp hérna og það er svolítið vönd í bara, það er partur að því að fara í bæjarferð fara að gera eitthvað svona Þannig að ef við förum kannski suður til Reykjavíkur í viku þá erum við alltaf að gera eitthvað sem við kannski gerðum ekkert rosalega oft þegar við bjuggum það Þannig að fyrir okkur allavega held ég ekkert stórmál. Ef ég hefði flutt hérna fyrir 10 árum þegar ég var alltaf að djamma á eitthvað þá það hefði kannski verið öðruvísi en ég náttúrulega bara núna bara með barn og lífið svona eins örugglega í Reykjavík og hér fyrir mig. Ég bara eitthvað svona einmitt að keyra í leikskólann og fara í sunnudagsskólann og fara út á róló og eitthvað. Og ég var svona fyrst þegar ég kom inn í heimsókn, þegar við vorum náttúrulega ekki fluttingað, þá fannst mér þetta svona bara, guð mig góður, ekki opið kaffhúsi eða búðin lokuð á sunnudögum, þetta fáránlegt. En svo venst maður þessu öllu og mér finnst bara frábær þjónustæðina. Ég panta mér ógeðslega mikið á netinu, þannig að það er bara pósthús og banki og svo er Gunnubúð, með prjónudót og alls konar barnaverur og ég er bara búin að, mér finnst bara frábær þjónusta. Kaupir miklu minna af óþarfa drasli þegar eru færri búðir og svo sem maður kemst í þessar svona sértækari búðir ef maður fer norður eða suður eitthvað þá er það meira að maður kaupir eitthvað sem maður er búinn að vera að hugsa að vanti þannig að það er meira eitthvað sem maður vantar en minnkar svolítið draslið þannig að það er bara kostur á undan. Maður var náttúrulega oft líka bara svona að drepa tíman fyrir sunnan fara í Kringluna. Þá var maður fór aldrei tómhendur út af Kringlunni en maður er alveg laus við það hérna sem kostur. Leikskólinn og skólinn eru bara bæði mjög fínir Já. Og þú kemur krakkanum við komum eins og Víkingi inn í kringum eins árs inn á leikskóla. Það sé ekkert sjálfgefið á stærri stöðum eins og Akureyrar og Reykjavík Ég sakna ekki neins einhvern veginn. Nefnir kannski fjölskyldunar. Já, og svo hittum maður þau bara á netinu og fer í bæinn í heimsókn. Það er ekki svo, maður sé eitthvað í Afríku eða eitthvað. Maður bara einhvern veginn ekkert mál að fljúga, svo flói ég héðan. En við erum alveg duglega að ferðast og gera eitthvað fyrir okkur Já, bæði innanlands og erlendis Okkur finnst til dæmis mjög gaman bara að fara, þó það sé ekki nema til Húsækur, að taka eina nótt á hóteli og fara í sjóböðin eða skoða náttúruna og koma í Ásbyrgi og eitthvað, það er bara draumur í dós, Eða fara á Egilsstað og fara í vögböðin þar eða, það er endalaust af svona möguleikum sem að, þetta tekur ekki langan tíma, er ekkert sérstaklega dýrt en maður fær alveg helling út úr því, Þú ert að koma þér aðeins í burtu og maður fær frið og svona getum bara notið þess að vera saman, Fyrsta skrefið er ofta erfiðasta, en maður kemst víst ekkert með því að standa í stað. Og þá vaknar spurningin, á ég að hrökkva eða stökkva? Ég held að ég myndi bara segja go for it, þú gerir ekkert annað en að fara tilbaka, Þú bara lærir af þessu. Þetta er bara reynsla og ég held að ég getur bara grætt á þessu, Maður bara kemur vel undan vetri, ekkert slæmt við þetta. Ég sé ekkert slæmt við þetta. Nema náttúrulega þegar það er ógeðslega hræðilegt að keyra yfir Vopnafjarðarheiðina. Eini gallinn. Bara kýla á það. Þú veist það ekki fyrir að prófa. Það sé bara einu vitið. Það er alveg fullt af tækifærum, fullt af ónýttum tækifærum sem bæði hérna og annars staðar. Sem fólk með menntun og bara aðrir frumkvöðlar geta nýtt.